Góðan dag. Hér má sjá rafrænt ferli fyrir stofnanir og sveitarfélög til að senda inn auglýsingu til stjórnartíðinda. Kerfið gerir ferli skilvirkara og einfaldara í notkun. Býður notendum upp á að vera í samskiptum við ritstjórn í gegnum samskiptagátt og staðlar ferli stjórnartíðinda. Hér sjáum við fyrsta skjáinn sem við fáum upp. Þetta er einskráningin og skráum við okkur inn með okkar rafrænu auðkenningu. Allir notendur eru svo skráðir á viðeigandi stofnun. Ný umsókn. Hér haka ég við að ég skilji ofangreindar upplýsingar og að ég hef umboð til að senda inn mál til birtingar. Langflestir verða aðeins með eina stofnun tengda sér sem notanda og því mun þessi skjár líklega ekki birtast. Í þessu tilviki ætla ég að velja Akureyrarbær. Fyrsta skrefið er að velja tegund birtinga og við ætlum að velja tilkynning. Næst setjum við inn heitið sem breyting á reglugerð og þá sjáum við hvernig titillinn kemur út. Næsta skrefið er efni til birtingar og hægt er að fara nokkra leiðir í innsetningu á efni. Fyrsta leiðin er að velja sniðmát efnis. Ef ég vel til dæmis reglugerð, þá fæ ég sniðmát sem hentar vel fyrir reglugerð. Hér get ég uppfært textann, stillt fyrirsagnir og annað innihald í ritlinum. Auk þess að forsníða skjalið eftir þörfum með ritlinum. Önnur leið er að setja textan beint inn í ritilinn og eins og með sniðmátinn þá get ég unnið textan beint í honum. Það má nefna að það birtist gáttlisti ef að einhver atriðin eru líkleg til að vera stoppuð af ritstjórn. Til dæmis hér þarf titill greinar að byrja á tölu. Og ef ég ýti á sjá þá hoppar atriðið sem þarf að laga. Þriðja leiðin er að setja inn skjal sem hefur verið búið til annar staðar. Þá ýtir maður á þessa mynd af blaði og finnur viðeigandi skjal. Hér setja ég inn skjal og fæ upp gáttlista að númer eru ekki samfelld. En ég hef gert þetta skjal annar staðar og ætla að senda það inn í þessari mynd. Því get ég hundsað gáttlistan en veit þá að þetta fer ekki í gegn hjá ritstjórn. Fjórða leiðin til að setja inn efni er að fara í afrita eldra mál. Hér afritast mál sem ég get síðan breytt á viðeigandi hátt. Þess má geta að þegar ég afrita mál er það mál sem eru gefin út og því undirritun inn í skjalinu. Ég þarf því að eyða henni út. Næsta skref er að bæta við undirritun á skjalið. Hægt er að hafa tvær gerðir af undirritun. Annars vegar hefðbundin undirritun og hins vegar undirritun nefndar. Byrjum á að skoða hefðbundna undirritun. Við fyllum inn viðeigandi reiti. Setjum inn nafn. Bæti við texta sem á að birtast þar undir. Til viðbótar ætlum við að bæta við auka undirritun, setjum þar einnig inn nafn og þá sjáum við aftur hvernig textin birtist þar fyrir neðan. Undirritun nefndar er mjög svipuð. En þá þarf að setja inn formann og nefndarmann. Við byrjum á að setja inn formann og bætum einnig við texta þar undir. Næst ætlum við að bæta inn nefndarmanni og þar viljum við einnig hafa texta undir. Þriðja leiðin er að afrita síðustu undirritun.
Við smellum á hnappinn Afrita síðustu undirritun og birtist hún þá sem þín stofnun setti inn. Ef ég er með viðauka eða fylgiskjal sem ég vil bæta við, er það gert hér. Ég get skrifað beint inn í textaformið eða hlaðið upp skjali. Ef ég er ekki með viðauka, þarf ég að fjarlæga skjalið. Hér sjáum við innsendinguna og hvernig hún mun birtast. Innsendingin á eftir að fara í ritskoðun og gæti því breyst. Við sjáum tegund, titil, innihald og undirritun. Hér má svo sækja PDF-útgáfu af innsendingunni. Hér setjum við inn frumrit af innsendingunni, til dæmis það sem undirritun hefur gerð skrifleg. Hægt er að smella á hnappinn eða draga inn skjal með frumtexta. Þessi hluti snýst útgáfudag og samskipti við ritstjórn. Við byrjum á að skoða útgáfudag. En hér get ég valið útgáfudag að eigin vild. Ef ég vel dag innan 10 daga frá dagsins degi, fer málið í flýtimeðferð. Og ég fæ tilkynningu það hér. Hins vegar ætla ég að láta málið vera gefið út seinna og vel hér 4. apríl. Þá fellur flýtimeðferðartilkynningin niður og málið fer í venjubundið ferli. Ég vel efnisflokka sem eiga við, en af því að ég var með afrita mál, þá fylgja efnisflokkanir því. Ég get hakað þá út eins og mér sýnist og er viðeigandi hverju sinni. Ef það vantar upplýsingar mig, get ég sett þær inn í gegnum samskiptaleiðir og er þetta fyrir ritstjórn. Ef ritstjórnin þarf að hafa samband, fara nánast öll samskipti í gegnum kerfið. Skilaboð er reitur þar sem ég get sett inn skilaboð sem fara beint til ritstjórnar. Til dæmis spurningar eða ef ég er óöruggur eitthvað sem ég setti inn. Hér má sjá samantekt yfir innsendinguna. Ef það er villa, þá kemur það hér fram og við sjáum að það vantar netfang í samskiptaleiðum og því ekki hægt að senda inn til birtingar. Ég get smellt á villuna og lagað hana. Ef ég kem síðan aftur inn á samantektina, þá sé ég að allt lítur vel út. Ytri vefur. Hér sjáum við lendingarsíðu fyrir stjórnartíðindi. Við getum séð þau mál sem hafa verið gefin út. Við getum séð nýjustu auglýsingar og hægt er að velja málaflokka og síja niður eftir því hvað verið er að leita að. Til dæmis deild, en sveitarfélög senda inn í B-deild og vill ég því velja það. Ég get leitað eftir tegund. Einnig er hægt að velja málaflokk og leita nánar að því sem ég vil skoða.